En þegar svona stórir aðilar eru, og það mál manna, ég búinn að tala við fjölmarga í dag, það mál manna að það sé fleiri stóra tíðinda að vænta í fjármálalífinu. Já, ég ætla ekki að vera neitt spámaður í þeim efnum, frekar en þú, en við sjáum hverju framvindur í þeim efnum. En nú Glitnir komin 75% í eigu ríkisins í bili allavega. Þetta ekki dálítill áfellisdómur yfir því kerfi sem við erum búin að vera með hérna 10-15 ár og hefur það ekki fengið að ganga allt og eftirlitslaust? Nei, það held ég ekki að sé hægt að segja. Bankarnir auðvitað hafa notið hér mikils frelsis og þeir hafa nýtt sér aðstæður á erlendum lánamörkuðum til þess ítrasta. Það má vel vera að þeir hafi í einhverju tilfellum gengið of langt og ekki huga nægilega að því að einhvern tímann breytast aðstæður. En þeir voru auðvitað allstaðir innan allra regluna og þess háttar. En ekki hættulegt að kerfið sé þannig að svona fjármálastofnunni megi ekki fara á hausinn? Það að segja, hefði ekki þurft að búa þannig hnútana að þeir sem að græddu þyrftu þá líka að tapa og að ríkið bara, staðan væri ekki þannig að ríkið þyrfti að taka ábyrgð svo að hreinlega allt væri ekki á hliðinni? Gáðu nú að því hverjir að tapa í þessu máli. Þú varst að tala það áðan að við hefðum einkavæddum gróðanum þjóðnýttum tapi. Hverjir að tapa í þessu máli? Það ekki hluthafarnir í fyrirtækjum? En verður gengið á þessa aðila? Þeir tapa 3/4 af eign sinni í félaginu. En halda þessi menn ekki áfram að búa í 300-400 fermetra húsum og keyrum á 10 milljóna bílum? Ég geti svarað því. Ég hef ekki hugmynd það. Ég bara segja það, þegar svona atburðir gerast, þá það okkar hlutverk og skylda að huga að fjárhagslegu stöðugleika landsins. Við teljum að við gerum það með þessu. Það okkar hlutverk að tryggja sparifjáreigendur og þá sem eru með innlánsreikninga í bankakerfinu. Við teljum að við séum að gera það með þessu með mjög öflugum hætti. Við viljum tryggja hag starfsmanna þessara banka, eða þessu tilfelli Glitnis, og almenna viðskiptavini bankans, bæði þá sem eru í fyrirtæki og einstaklingar. En akkur bara 75%? Málið svo þetta að það má spyrja þeirra spurningar. Akkur ekki allt tekið á hlutum? Það gert víða út lönd. Það gert yfirleitt í Bandaríkjunum. Að hluthafarnir verða bara að sætta sig við það að hluturinn þeirra sé skrifaður niður í 0. Við töldum ekki ástæðu til þess, við töldum að það væri sanngjarnt að þeir héldu eftir sem sagt 25%, 1/4 af hlutafénu. Það samt gríðarlega mikið áfall og mikið tap og það ekki hægt að segja svona Hvernig slík ákvörðun tekin? Það ekki hægt að segja að það sé enginn að tapa. Þeir sem taka áhættuna í svona fyrirtæki eru hluthafarnir, þeir eru að tapa stór fé. Það var áhætta sem þeir tóku. Auðvitað það leiðinlegt að það gerist, það miður, en það ekki hægt að komast út úr svona máli nema hluthafarnir taki ábyrgð. En spurningin sem að spyrja bara fyrir almenningin í landinu sem að getur ekki borgað af venjulegu húsnæðisláni og situr þá upp í súpunni og meðan aðilar sem að núna að tapa mjög stórum fjárhæðum, þeir halda engan síður áfram að hegða sér eins og þeir eigi mikið af peningum. Og þetta svíður. Ég veit ekki hvernig þessi menn hegða sér. Jú, þú veist það eins og við. Veist þú hvernig þeir munu hegða sér á morgun eða þegar upp eru staðið frá þessu dæmi? Ég veit ekkert um það. Það bara alveg ljóst að margir eigendur þarna að taka á sig gríðarlega mikið högg og hvernig þeir bregðast við persónulega, það bara veit ég ekkert um. En það hefði verið mikil ósvífni af okkar hálfu að gera ekki þá kröfu að hluthafarnir yrðu fyrir þarna verulegu tapi. En hvernig þessi ákvörðun tekin með 75%? Hvernig svo ákvörðun tekin að skilja sér 25% eftir? Það kannski ekki til nein vísindaleg regla í því. Okkur þótti það sanngjörn leið og þar með helst tiltekið markaðsgengi væntanlega á þessum bréfum, hærra heldur en það sem að ríki borga fyrir sinn hlut og þar með eiga líka hluthafarnir möguleika á því, þrátt fyrir allt, að halda sér inn í þessum fyrirtækjum og eftir vill ef að vel gengur í bankanum að vinna tilbaka eitthvað af því sem þeir hafa tapað. En náttúrulega stærsti ávinningurinn af slíku verður náttúrulega hjá ríkinu sem ástæðast að hluta í bankanum. Stóru aðilarnir í þessu máli núna helgina hefur náttúrulega auðvitað verið þú, en síðan hefur Davíð Oddsson verið mjög áberandi. Eru þið að taka þessu ákvörðun saman eða átt þú frumkvæðan eða Davíð Oddsson? Þetta gerist þannig að Glitnir leitar til Seðlabankans aðstoð. En þegar ákvörðunin tekin? Það á hann að gera vegna þess að Seðlabankinn banki bankana. Seðlabankinn líka viðskiptabanki ríkissjóðs
og svona ákvörðun tekin á pólitíska ábyrgð ríkisstjórnarinnar. Það eru við forystumennirnir í ríkisstjórninni með bakland í henni og okkar þingflokkum sem tökum þessa ákvörðun og berum ána ábyrgð. Seðlabankinn ráðleggur okkur í svona máli og sér síðan að framkvæma þetta eins og framkom á þeirra blaðamannafundi í morgun. Þannig að ákvörðunin þín? Já, hún auðvitað hjá okkur í ríkisstjórninni. Var ekki hægt að gera eitthvað annað því nú heyrir maður á til dæmis Þorsteini Má stjórnarformanni Glitnis að hann sættir sig ekki alveg við þessa leið. Hefði ekki verið hægt að fara aðra leið? Nei, það hefði svolítið hægt að láta sér detta ýmislegt annað í hug. Þetta var einfaldasta og held ég áhrifamesta leiðin og það má vel vera að hann eða einhverju fleiri sem hann álátt þessu koma sér ósáttir eða þeir séu gramir yfir þessu, ég skil það vel. En það áreiðanlega enginn eins óhress og ég með það að þurfa að taka 84 milljarða af almannafé og leggja eins og hlutafé í þennan banka. Það gerir enginn maður að ganni sín. En ég tel það hins vegar, það eina ábyrga í stöðunni og mönnum skylt að hegða sér þannig yfir svona aðstæður sem að hagsmuna almennings sé gætt í hvívetna. Það það sem ég hef reynt að gera og þeir verða að sætta sig auðvitað við það að þessi staður uppkomin. Hins vegar tel ég að eins og bankinn hefur brugðist við í dag, bæði stjórnarformaðurinn og forstjórinn, að þeir hafi gert það miklu raunsæi og hyggindum. Ert þú ekki svolítið að setja mitt það fordæmi og því þá núna að þetta ákveðin aðvörun til annarra að þetta leiðin sem verður farin? Nei, við erum ekkert að setja neitt hvorki aðvörun, hvað sagðirðu, viðvörun eða hvað? Ég man ekki eitthvað orðið notað, þetta væri svona eins og að í augum manna væri tvær leiðir sem verið hægt að fara fyrir að fara aðra leiðina og hún gefur ákveðnar vísbendingar. Sko, málið það að ef þetta hefði ekki verið gert, að þá hefði bankinn að öllum líkindum fljótlega lent í þroti. Þá hefði tjónið orðið miklu meira, þá hefði hluthafarnir tapað öllu sínu, en það sem meira þá hefði íslenska fjármálakerfi beðið mikið hnekki. Það hefði haft stórfelldar neikvæðar afleiðingar fyrir allt þjóðlífi hér, fyrir ríkissjóð og fyrir allan almenning. Þú ert sammála Davíð Oddssyni þá að bankinn hefði farið í þrot því að Lárus Velding neitaði því í hádegisfréttum með okkur. Ég tel alla líkur á því að hann hefði farið í þrot mjög fljótlega. Hvenær nákvæmlega veit auðvitað enginn og sem betur kemur ekki til þess. Óttastu það að hinir bankarnir gætu farið eins? Nei, ég óttast það ekki. Ég tel að þeir séu það öflugir og sem búnir að koma sér það vel fyrir að það sé ekki ástæða til að óttast það. Þakka ekki fyrir spjallið. Takk sömuleiðis. Við látum þessu þá lokið í Íslandi í dag í kvöld.